Sólin skín, fuglarnir syngja, kíkjum á hvað er að blómstra. Maður sér það er munur á hverjum degi núna og pjessimættur. Hér er snækrókus, rósaus, útsprungin, fallegu bleiku stjörnur og hérna líka yndislegu fallegir. Hér eru tveir nýr, þessi hérna með dökka blettinum á ytra krónublaðinu heitir Herald. Svo er hér annar hérna sem heitir Romans. Það er erfitt að finna þennan hér. Ég hef ekki tekist að fá hann í sölu en það, en hún gefst upp. Þetta var svona fallegur. Ein lítil snæklukka. Það gæðist upp. Nú er ég smá vandræði með þessa hérna. Ég er ekki alveg kláraði hvaða tegund þetta er. Ég held að þetta væri velsjark, en mér finnst bara blómið vera svo lítil að það stemmir varla. En liturinn passar. Krókusarnir í graslettinu, útsprungnir. Það verða alltaf stærri brúskar með hverju vorinu. Það átti nú að vera svona blandaði litir, en það var voðalega svona páskalitu blanda. Gul og hvít mestu leyti, en þeir eru óslega fallegir. Þarna er vaka, spóka sig í sólinni. Þetta er eitthvað purple, útsprungur og fallegir. Og þessi hérna heita Firefly. Það er svona smá bleikur blær á bleiklila. Svo fallegir. Hér er sílan Germaine útsprungin og blómarlin. Þetta er Catherine Hutchins springot. Og hér er Catherine Gold. Allt að gerast sko. Bæði þessi Catherine Gold og þessi bláa sílan Germaine eru stökkbreytt yrki af Catherine Hutchins sem er tvílit. Hérna er eldri brúskur af Blue Marlin sem er búinn að stækka mikið. Hann þrífst mjög vel. Ég held að þetta sé mögulega besta bláa tegundin af krókusunum, treðurkrókusunum. Það er óbáslega fallegir. Og þessi fjólubláa hérna sem er að byrja að birtast er Queen of the Blues, minnum mig. Frekar aldrei purple. Hér er töfratréð. Alltaf fleiri blóm að bætast við. Það hefur tekið sér virkilega vel hérna björgunin á þessum runna sem brotnaði svo illa. Ég er ennþá, þið sjáu það hérna niðri, það er ennþá hann er ennþá reyrður saman. Ég ætlaði að gefa henni tækifæri til þess að gróa almennilega áður en ég tek þetta í burtu. En
megnið af runnanum enn á lífi og blómstrandi. Þannig að þetta var tilraun sem borgaði sig. Hér er svo hvíta afbrigðið af töfratrénu. Aðeins farið að opna blómum meira. Og það síðast Ég fylgta hófsalögin og byrja að springa út. Komum nokkur blóm hérna. Hún er svona snemma í því að því að hún hefur varma frá tjörninni sem að frísa ekki. Lækurinn komin í gang. Alla leiðin upp. Það hlýtur voruð að vera komið. Sýningur hérna mahóníuna sem er blómstrandi núna í gróðurhúsinu. Búin að vera blómstrandi núna síðan fyrir páska og gaman að þessum fallegu blómum sem voru mjög ilmandi fyrst þegar hún byrjaði að blómstra, en hún er svolítið mikið brusa, hún tekur hansi mikið pláss, þannig að ég þarf nú eitthvað að snýst hana. Ég bíð spennt eftir að fösturósirnar byrja að blómstra. Hér eru að koma gnúpar. Þeir eru svona mögulega komnar fyrir lengra þar sem að þær fá meiri sól. Þær eru svona frekar skuggsalum staðina hjá mér. Og hérna Harry að knúsa sírununa. Já, þær þrífast ágætlega hérna þó að það sé ekki mikil sól sem þær fá, en það þýðir líka að þær eru ekki að fara alltaf snemma af stað. Þannig að maður verður bara að bíða þolinmóður. Hér eru snæstjörnur í blóma. Eins og sést þá hafa þær tilhneigingu til að dreifa svolítið úr sér og svo sem hafa líka dreifst svolítið beðið þegar ég var að gróðursetja hérna í það. En mér finnst það nú bara skemmtilegt á þessum tíma að hafa sem svona blómabreiðið og svo hverfa þær þegar það leiðir á sumarið, þannig að það eru ekkert til ama á neitt nátt. Hafi einhver veltið fyrir sér hvernig maður þekkir fannastjörnu frá snæstjörnu, að þá eru blómin á snæstjörnunni nokkuð saman á blómstöngli á meðan þau eru stök á fannastjörnunni. Hér er tvíblaðaliljan, hinn bláa. Gaman að því hvað hún blómstrar snemma. Og þarna er svo bleika. Sem er ekki síður falleg. Hér er Blue Pearl, búin að springa út. Hún er svipaður litur á Blue Marlin en ekki svona rákir á eitri krónublöðunum eins og þeirri tegund. Hér er Ruby Giant, mjög góð sort sem að lifir lengi og bæti við sig. Þetta er brúsku sem að ég flutti með mér þegar við fluttum hingað fyrir 13 árum síðan, þannig að man ekki hvernig ég setti þessu lukkan upphaflega niður. Og síðan er hérna Vorkrókus Vanguard sem að er líka búin að endast næst lengi. Og svo er það Catherine Hodgins
Þessa er ég búin að eiga alveg fjölmörg ár. Já, lengur en ég man aftur allavega. Það er komið eitthvað meira 15 ár síðan þessi lögg voru settið niður í öðrum garði, flutt svo hingað og blómstra alltaf hverju einasta vori. Og þetta er að kossanir. Hei, það er minn. Það segir ég. Já, nú er ég að hætta að glápa plöntur og fara að sinna köttum á þeirra mati. Þannig að takk í dag. Þetta er Krónublaðinu. Takk fyrir. Takk fyrir sig. Og svo er hér, já, og pjessi. Hér er Blue Pearl. Pjessi.